Góðan dag og verið velkomin í föstudagskaffi Viðskiptaráðs. Hér á eftir fáum við heyrið Árna Haugsyni, fjárfesti, og Hrund Rudolfsdóttir, forstjóra Veritas, en fyrst ætla ég að kynna stuttlega fyrir ykkur skoðun sem við hjá Viðskiptaráði gáum út fyrir morgun. Skoðunin byggist á Ísland OF, sambærilegri kortlegningu Viðskiptaráðs frá 2016, en nýja skoðun dregur meðal annars fram þær breytingar sem hafa orðið og ekki orðið síðan þá. Flest allir geta sammælst að hið opinbera mikilvægur hlekkur í íslensku atvinnulífi. Það liggur þó í augum uppi að aukin ríkisumsvif takmarkar svigrúm einkageirans til atvinnurekstrar. Hið opinbera sinnir vissulega nauðsynlegri þjónustu í gegnum stofnanir og sveitarfélög, en stendur líka í stórtækum tekjuskapandi atvinnurekstri í beinni samkeppni við einkaaðila. Hið opinbera auðvitað langstærsti atvinnurekandi landsins og teygir atvinnustarfsemin anga sína víða. Stöðugildi fyrirtækja í opinberum atvinnurekstri voru rúmlega 7.700 talsins í lok árs 2020. Eða tæplega 14% af heildarstöðugildum hins opinbera. Atvinnurekstrinum má skipta í 3 flokka. Í fyrsta lagi stunda stjórnvöld rekstur þar sem markaðsbrestir eru taldir vera til staðar. En þar leiðir frjálsmarkaðar ekki endilega til hagfelldrar niðurstöðu og geta þá inngripin talist nauðsynleg. Hér mætti nefna ýmsar opinbera menningarstofnanir sem dæmi. Í öðru lagi stunda fyrirtæki og stofnanir hins opinbera rekstur þar sem mörkin milli markaðsbrests og samkeppni eru óljós. Þá ríkir til að mynda samkeppni á sumum starfsviðum og markaðsbrestur á öðrum. Hér má nefna Íslandspóst sem dæmi. Þriðji flokkurinn hefðbundinn samkeppnisrekstur opinbera fyrirtækja í beinni samkeppni við einkaaðila án þess að sérstök rök standi til þess. Undir þennan flokk falla einnig fyrirtæki hins opinbera sem starfa á einokunar- og fákeppnismarkaði en ekkert er til fyrirstöðu að samkeppni geti ríkt. Tæplega þriðjungur stöðugilda hins opinbera í atvinnurekstri starfar á þessum vettvangi. Dæmi þetta til dæmis ÁTVR. En hvernig hefur atvinnureksturinn þróast undanfarin ár? Frá 2016 hefur stöðugildum fyrirtækja í opinberum atvinnurekstri fækkað 3,4%. En fækkunin skýrist að mestu leyti af fækkun stöðugilda viðskiptabankana, en þeir starfa á mjög virkum samkeppnismarkaði. Að þeim undanskildum hefur stöðugildum hins opinbera nefnilega fjölgað 2,6%. Stöðugildum fyrirtækja þar sem markaðsbrestur ríkir hefur fjölgað mest eða alls 6,4%, þar sem mesta aukningin var hjá Sundlaugum Reykjavíkurborgar, en þar fjölgaði stöðugildum alls 40% á tímabilinu. Stöðugildi á mörkum markaðsbrests og samkeppni hafa hins vegar staðið nokkurn veginn í stað, en þar var fjölgun stöðugilda mest hjá Isavia samstæðunni 148 stöðugildi frá árinu 2016 til 2019. En það árið talsvert meira lýsandi fyrir rekstur Isavia en árið 2020. Stöðugildum hjá opinberum fyrirtækjum í samkeppnisrekstri hefur fækkað alls 14,6%, sem skýrist hann öllu leyti af fækkun stöðugilda hjá viðskiptabönkunum. Að þeim undanskildum fjölgaði stöðugildum á samkeppnismarkaði 5% og þar var mesta fjölgun stöðugilda hjá ÁTVR heil 44 stöðugildi. Við í Viðskiptaráði og framleiðnihópur Viðskiptaráðs teljum að það séu tækifæri til að auka svigrúm hins opinbera til að einbeita sér að mikilvægri grunnþjónustu og auka framleiðni með því að virkja krafta einkaframtaksins. Í fyrsta lagi leggjum við til að gerðir séu þjónustusamningar þar sem markaðsbrestur ríkir ef hagfelldara að rekstur séu höndum einkaaðila. Það nefnilega ekki nauðsynlegt að veiting þjónustunar sé ætíð framkvæmd af hinu opinbera. Í öðru lagi þarf að endurskoða ítarlega starfsemi hins opinbera sem á mörkum þess að vera lausn á markaðsbrestum og í samkeppni við einkaaðila. Jafnframt þarf að gæta þess að hið opinbera útvíkki ekki starfsemi sína yfir í samkeppni við einkaaðila nema skýr rökstuðningur liggi fyrir og mata áhrifum slíkrar starfsemi á samkeppni. Í þriðja og síðasta lagi leggjum við til að hið opinbera láti af samkeppnisrekstri við einkaaðila og hætti atvinnurekstri sem eðlilegra að einkaaðilar sjá Sala á fyrirtækjum hins opinbera myndu auka samkeppni og í senn verðmætasköpun og störf innan einkageirans. Mig langar að nefna nokkur dæmi þar sem hið opinbera gæti dregið úr atvinnurekstri og ýtt undir samkeppni. Byrjum á Íslandspósti. Á allra síðustu árum hefur starfsemi hans dregist saman, en mat Viðskiptaráðs að ganga þurfi lengra enda stendur fyrirtækið enn í samkeppnisrekstri. Ríkið þarf að taka skref til fulls og selja reksturinn nú þegar einkaréttur á póstdreifingu hefur verið afnuminn. Mögulegt að tryggja þá grunnþjónustu í landinu sem ber sig ekki á samkeppnismarkaði með þjónustusamningi ríkis og einkaaðila eins og ég nefndi hér áðan. Isavia annað dæmi en rekstur félagsins ýmist á sviði markaðsbrest og samkeppni.
Fríhöfnin, eitt dótturfyrirtækja Isavia, rekur til dæmis 5 verslanir en þar hafa stöðugildisstað nokkurn veginn í stað frá árinu 2016. Mat Viðskiptaráðs að ríkið í gegnum Isavia og dótturfyrirtækja þess Fríhöfnina eigi ekki að reka eina umsvifamestu smásölu landsins þar sem verslanir geta boðið mun lægra verð vegna toll- og skattleysis. Fríhöfnin í beinni samkeppni við innlenda verslun en það vegna þessa sem fríhafnaverslanir fyrir komið farþega eru löngu orðnar barn síns tíma og heyra til undantekningar annars staðar í heiminum. Svo má nefna malbikunarstöðina Höfða sem við höfum áður bent á að sé fullkomlega ofvikið í rekstri Reykjavíkurborgar. Malbikunarstöðin í samkeppni við einkareknar stöðvar en hefur yfirbyrða hlutdeild í útboðum Reykjavíkurborgar. Þannig vann Höfði útboð í verk í rúmlega 90% tilvika á árunum 2017 til 2020. Til viðbútar við greininguna á þróun og stöðu atvinnurekstrar hins opinbera letum við til starfsemi einkageirans og hins opinbera í heild, þá líka stofnana og sveitarfélaga. Í heild hefur stöðugildum hins opinbera fjölgað 14% frá 2016 samanborið við 1% samdrátt stöðugilda einkageirans. Að hluta til þessi þróun vegna heimsfaraldursins en þó var hún löngu hafin áður en hann reið yfir. Laun opinberra starfsmanna sem hlutfall af stærð hagkerfisins í alþjóðlegu samhengi gefa enn skýrari mynd af umfangi hins opinberra. Þau námu 16% af vergri landsframleiðslu árið 2020 samanborið við 11% meðaltal ESB-ríkja meðal OECD. Noregur eina landið sem með hærra hlutfall en Ísland en þó munar innan við 0,5%. En það. Til að ræða þessa nýju skoðun Viðskiptaráðs og ýmislegt annað, þá ætla ég að setjast niður eftir augnablik með 2 meðlimum framleiðni hópsins, þeim Árna Haukssyni og Hrund Rudolfsdóttur. Sæl og blessuð og verið velkomin bæði tvö. Við kannski byrjum á þér, Hrund. Hvernig blasir þessi þróun við þér og staða mála? Jú, maður hefur bara töluvert mikla áhyggjur af þessu. Þú veist, ef maður rýnir í þessa ágætu skýrslu sem að þessi hópur var að vinna, þú veist, þá það er svona tvenns konar kannski trend sem maður sjá að þú veist, þú sér að viðskiptabankarnir að draga saman og þú ert að sjá að ferðaþjónustan að draga saman og svo framvegis, en opinbera ekki að draga saman. Það sem segir kannski svolítið mikið svona getu hins opinbera þegar eitthvað ábjátar í okkar litla svona samfélagi að þá einkageirinn fær að hreyfa sig og vera svolítið sveigjanlegur, en hið opinbera einhvern veginn bara fast á sínu, gefur í meira á þessum erfiðu tímum. Þannig að þetta náttúrulega bara þróun sem getur ekki gengið endalaust. Það segir sig sjálft, einhvers staðar verður að gefa eftir. Við sjáum þess að þróun bara yfir ár og áratugi núna, alltaf í sömu áttina og við verðum að fara að velta fyrir okkur hvar á þetta að stoppa. Er það sami upp á tegnum við þér, Árni? Já, ég nú sömu skoðun og Hrund, en svo vildi ég nú kannski nefna líka nokkra hluti sem blasa við þegar maður les skýrsluna. Það ennþá, ríkið virðist ennþá verið í starfsemi sem það ætti alls ekki að vera í og þar eru mörg tækifæri til þess að gera betur. Já, hvaða starfsemi þá helst? Þá er hægt að nefna Póstinn til dæmis, Íslandspóst, það er hægt að nefna vínbúðirnar á TVR, það er hægt að nefna ákveðna hluta í starfsemi í Isavia, verslunarreksturinn, sem stórskrítið að ríkið sé að vasast í. Síðan örugglega fleira ef maður kafa dýpra ofan í sem mætti, en það svona þetta þrennt sem að blasir við. Og svo mætti nú kannski nefna líka launahækkanirnar hjá ríkinu síðustu 2 árin sem eru úr öllu hófi. Sér þú einhver önnur augljós tækifæri sem þetta gríp í? Já, náttúrulega, þú veist, bara auðvelt að bara átsósa hluta eða selja þetta frá og maður skilur ekki alveg hvað út af hverju ekki hægt að ræða það. Sérstaklega á tímum eins og núna, þú veist, það sem við erum að koma út úr kreppu og þarna vantar örugglega fjármagnin í ríkiskassan, við getum bara gert ráð fyrir því. Við erum vantarlega að fara að sjá fjárlög núna, það sem kallað af ýmsa þjónustu, heilbrigðiskerfið í mólum og klárt að það þarf ákveðin innspýtingu það og einhvers staðar verður það fjármagn að koma. Þannig ég held að nú bara lag þá að leiðrétta þetta og koma sér út úr þessu. Svona ef við veltum fyrir okkur hvert hið opinbera stefnir í rauninni, bara heildarumsvið þess,
nú eins og þú segir mikið ákall bætta þjónustu í heilbrigðismálum til að mynda. Við stöndum frammi fyrir öldrun þjóðarinnar. Það kallar á aukin útgjöld í heilbrigðismálum og félagsmálaþjónustu og það eru ýmsar áskoranir sem við stöndum frammi fyrir og loftslagsmálum til að mynda. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur? Mun hið opinbera stækka bara út í hið óendanlega eða? Það er náttúrulega jafna sem gengur ekki upp, það segir sig sjálft. Já. Þannig að, þú veist, já, það er náttúrulega verða oft til, þú veist, ég segjum til þessum Íslandspóst, að verða oft til í kjölfar á einokun eða eitthvað slíkt, það er eitthvað hlutverk sem ríkið tekur sér í einhvern ákveðin tíma, að verða oft verðmætar rekstrareiningar til og sem pósturinn er gott dæmi þarna er hægt að losa fjármagn sem er hægt að dæla inn í síðan kerfið þegar á þarf að halda og svo framvegis. Þannig að jú, þetta er risastór vél sem að vegum ríkisvélin sem hlýtur að geta gefið af sér ákveðna fjármuni sem hægt er að selja og losa bara eins og í venjulegum rekstri. En svo kannski líka annað sem að má nefna kannski í þessu sem hægt er að bæta þegar við fórum á stað þessi hópur á vegum viðskiptaráðs inn í þessa vinnu og fórum að velta þessu svolítið kannski fyrir okkur bara eins og við sem stjórnendur fyrirtækja, þú veist, ef við myndum fara bara að reka Ísland HF, hvernig myndirðu finna út úr hlutum og það sem komi líka rosalega óvart, það er hversu erfitt að fá bara hreinlega upplýsingar rekstur þessara ríkisfyrirtækja. Að átta sig á hver þróunum verið, svona lykiltölur, hvað er að gerast, þróun milli ára og svo framvegis. Að ef þú bara horfir á hvert og eitt af þessum fyrirtækjum er þessu bara deild í venjulegu fyrirtæki, þá verður þú bara að hafa yfirsýn yfir hvað er að gerast og hver þróunin er. Þetta er bara ekkert fyrir hendi. Þetta bara tók starfsmenn viðskiptaráðs bara dag og mánuði að krafla sig ofan í alls konar gögn. Og þetta er lykilforsenda fyrir því að við getum bætt eitthvað, það er að hafa yfirsýn yfir stöðuna eins og hún er. Ég meina, ég er í budgeti núna alla daga og við erum niður á, bara stöðugildi niður á líka tvo aukastafi en þessar upplýsingar eru bara ekkert á hreinu. Eins og viðskiptablaðið var líka eins og við seinustu viku að benda á, upplýsingar þessar stofnanir eru bara mjög reiki og virðist vera misjafnt líka hvernig vinna þessa gögn. Þannig að þú myndir kalla eftir frekari bættu aðgengi að upplýsingum starfsemi hins opinbera almennt. Jú, og líka staðlar, það að þeim sé gert skylt að vinna eftir svona ákveðnu staðlari forskrift í því svo sé hægt að bera saman og reyna að skilja þessi þróun sem á sér stað. Þetta er kannski eðlilegt að ein stofnun blási upp eða vera að færa til verkefni og svo framvegis. En ef að það er ekkert gagnsæi í þessu þá er óbáslega erfitt að rýna ofan í þessar tölur og svo líka getur maður velt fyrir sér það nú fylgist ég með fjárlögunum að miklum áhuga hvað var að heilbrigðismál að þú veist, maður er að sjá tillögur sem eru unnar inn í fagstofnunum sem eins og sjúkratryggingum og svo kannski eins og heilbrigðisráðuneytið það skilur sér inn í fjármálaeftirlitið sem spýta síðan út úr sér allt annari tölu byggð á einhver svona pennastriks ákvörðunum sem liggja ekkit að, þú veist, það liggja enga faglega forsendur fyrir því að fjármálaráðuneytið sker niður þarna á milli. Þarna ár eftir ár liggur 2 til 3 milljarða gat og svo er alltaf allir rosalega hissa í desember út af hverju gatið er sem var búið til í fjárlögum áru undan. Og þarna held ég líka að við þurfum bara svolítið að vera raunsæ í því hvernig þú bara býrð til budget bara eins og fyrirtæki búa til budget það þýðir ekkert að setja hausinn ofan í sandinn hvað var mannfjöldaþróun það þýðir ekkert að setja hausinn í sandinn varðandi það ef þú tekur ákvörðun í dag þá hefur hún áhrif á morgun og svo framvegis þannig að þarna líka held ég að það var ákveð svona gagnsæi í því hvernig þú ferð með bara spálíkun í fyrirtækinu Ísland HF og gerir þetta með samræmdu hætti sem virðist alls ekki vera í dag. Árni, finnst þér vanta ákveðna stefnu sem er kannski þá frekar eins og segir innan einkageirans þegar þú rekur þitt eigið fyrirtæki, hvort með skýrari stefnu og meiri fyrirsjáanleika? Já, því við vorum nú að tala póstinn, þá pósturinn var mjög þarft fyrirtæki hér áður og er það kannski einhver lit en hann er settur á laggirnar væntanlega til að dreifa pósti sem var nú svona internet okkar tíma fyrir 100 árum
svo þróast samfélagið og í dag er enginn sem ég veit að senda póst, sko. Það verkefni bara hefur liðið undir lok, svona mestuleyti, og þá veltir maður fyrir sér til hvers er ríkið að halda úti þessu fyrirtæki, sko. Og það kannski búið að stöðva alla þessar fjárfestingar póstsins núna, sko, en þær voru ansi umsvifamiklar fyrir nokkrum árum og þá var eins og fyrirtækið væri bara til fyrir sjálft sig, sko. Ekki utan þetta afmarkaða verkefni sem svo fjarar út og mér finnst að þetta fyrirtæki hefði átt að fjara út með verkefninu, sko. En í staðinn þess að reyna að láta það lifa áfram bara fyrir sjálft sig, sko. Þannig að þegar pósturinn sem verkefni að dreifa pósti er ekki lengur nauðsynlegt verkefni fyrir ríkið, þá á náttúrulega þetta fyrirtæki bara hverfa og leyfa einkaaðilunum að sjá að dreifa pökkunum, sko. Það er svona mín skoðun á póstinum, sko. En síðan eru nú fleiri skemmtileg dæmi í skýrslunni hvar mætti taka til hendinu og það er kannski líka svona nærtækast á TVR. Þar held ég að því við verum að tala fyrirtækið Ísland, OHF eða EHF, eða hvað við köllum það, þar held ég að ríkið gæti náð sömu eða svipuðum tekjum með miklu minni tilkostnaði með því að leyfa einkaaðilum, verslunarfyrirtækjunum, að selja áfengi. Ég ætla ekki að hætta mér út í umræðu áfengi svona sem slíkt, sko, en ríkið gæti haft meira upp úr þessari starfsemi, eða upp úr áfenginu með því að leyfa einkageiranum að sjá að selja það. Og ríkið leggi þá niður sína starfsemi? Já, alfarið. Alfarið, einmitt. Þannig að mér finnst það nú eiginlega svona blasa við, sko. Ég nú nefnda hér líka, ég gerði það mér til skemmtunar að telja vínbúðirnar á netinu hjá vínbúðinni. Mér sýnist það að vera rúmlega 52 eitthvað svoleiðis. Og það skýtur dálítið skökku við þegar við vitum að eitt af meginmarkmiðunum í allri löggjöfinni í kringum þessar búðir er að takmarka aðgengi að áfengi. En það eru nú samt orðnar 52 búðirnar og það eru opnar, sko, hafa langan opnunartíma og opnar á laugardögum líka. Þannig að þetta meikar nú lítinn sens eins og sett er á fallegri íslensku. Stenst ekki lýðheilsusjónarmið? Nei, það gerir það nú alveg örugglega ekki, sko. Vissa marksett. Þetta er einhver meinloka að það verða að vera ríkisstarfsmenn sem selja áfengi. Það er sama, meinloka svipuðum toga og meinlokan með bjórin. Ég þið munið eftir umræðinum og deilunum bjórin, hvort það ættum að leyfa sölu á bjór. 1989 var hann loksins leyfður, sko, en fram að því höfðu nú staðið einhverja deilur, sko. Og margir héldu að þetta yrði nú bara endalok alls hérna á Íslandi, sko. En ég get ekki betur síðan að þessi ákvörðun hafi reynst okkur mjög vel og verið farsæl. Ég man eftir þessu, ég veit ekki hvort að þú manst eftir. Nei, þetta er löngu fyrir mína tíð. Já, þetta er svona svipað núna. Nú finnst mér, sko, að það verða að vera þessi rök, sko, eða þessi hugmynd að það verða að vera opinberir starfsmenn sem selja áfengi en ekki einhverjir aðrir. Það er dálítið skemmtileg meinloka. Einmitt. Og sama með fríhöfnina. Já. Svo er það enn eitt dæmið, sko. Sem að selur áfengi þar. Já. Og bara sælgæti og sígarettur og allan fjandann annan. Á allt öðru verði en almennir kaupmenn geta boðið. Algjörlega, sem ógnar sömuleiðis samkeppnisstöðu innlendra fyrirtækja. Það er svona einhvern veginn, ég veit ekki, það eimir á einhver svona, ég veit ekki hvort þetta er sveitamennska eða svona einhvern forræðishyggja, þú veist, út af með sama hætti getur við sagt, talandi minn bransa, að við höfum ein af Skandinavíu þjóðunum ekki samþykkt það, við megum kaupa okkur Panodil, einhvers staðar út í bensinstöð, þú veist, þetta er einhvern veginn, við erum svolítið föst í fortíðinni hérna, sko. Einmitt. Vantar kannski eitthvað hvata til þess að breyta til? Já, spurning hvort. Ég held að Íslendingur sé alveg mikið treystandi fyrir því að kaupa sér lausasölulyf eða flösku af bjór einhvers staðar út í búð eins og Dönum og Svíum. Ég held að við séum ekkert óbyrgari heldur en meðal Skandinavíu, sko. Nei, það er ekkert sem sýnir fram á það. Nei, allavega ekki ennþá. Nei. Það er ljóst að það er mörgu að taka í þessum málum og að reksturinn opinbera, það er hægt að hagræða mikið þar, en spurning er hægt að í rauninni líta til þess að það megi breyta rekstrarformi hins opinbera á einum ýmsu vettvangum, til dæmis eins og í heilbrigðisþjónustu og annað? Já, þú getur bæði breytt rekstrarforminu, en þú getur líka bara tekið hluta starfseminni og veittinu út til einkaaðila. Þú veist, við þekkjum það dæmi náttúrulega mjög vel til dæmis úr heilsugæslunni. Ég held að til dæmis gæða þjónustukannanir hafi sýnt að
við erum að leysa málin allavega jafnvel, sennilega betur. Ég held að í öllum þjónustu könnunum sem hafa verið gerðar þá hafa einkareknu heilsugæslurnar sem dæmi komið miklu betur út. En þarna náttúrulega ríkið með ábyrgð á verkefninu, það fjármagnar verkefnið, setur gæðakröfur og svo framvegis. Þannig að þetta er náttúrulega dæmi sem við þekkjum vel. Nú í menntakerfinu mætti alveg örugglega létta á byrðum ríkisins líka í útvistun og að framselja verkefni. Nú innan heilbrigðiskerfisins það eru þung og erfið verkefni framundan, umönnunarmál jafnvel inn á spítalanum sjálfum sem þurfi ekkert endilega að vera þar. Við höfum séð á undanförnum árum það bara einhvern veginn sópast allt inn á Landspítalann og það er svona ákveðin leikni fyrir þessar stofnanir að sópa til sín verkefnum og einhvern veginn virðast þau ógjarnan losna þaðan aftur út til einkaaðila. Það er bara alveg klárt og ég held að þetta sé bara hollt og gott að hafa jafnvel kannski hlið við hlið svona dæmi hvernig hlutnir eru leystir. Ég held að það sé ákveðið aðhald líka fyrir hið opinbera. Við sjáum til dæmis eins og með háskólana, hvað gerist þegar háskólinn í Reykjavík var settur á laggirnar. Ég held að það hefur verið bara besta sem kom fyrir Háskóla Íslands. Það er bara svona ákveðin samkeppni og sýnt fram og hægt að gera hlutunum með öðrum hætti, þannig að alveg á nokkurs vafa. Einmitt. Sér þú einhver aukin tækifæri í útvistun frekar í einhverjum öðrum geirum? Ég velti því fyrir mér með ríkið. Ég var nú einu svona fjármálastjóri hjá ríkinu, ráðuneyti, þannig að ég þekki aðeins til þar. En ég velti því fyrir mér hvort að ríkið þurfi ekki að fara í svona stefnumótun eins og fyrirtæki gera stundum og skilgreina hvað er svona kjarnastarfsemi, hverju viljum við halda áfram og hvað viljum við losa okkur við. Ég til dæmis trúi því ekki að rekstur verslana á Keflavíkurflugvelli sé hluti af kjarnastarfsemi ríkisins eða dreifa sendingum frá Amazon heim til fólks. Ég held að það sé ekki kjarnastarfsemi ríkisins, sko. Nei. Þannig, eða selja áfengi, er það eitthvað sem við skilgreinum sem svona kjarnastarfsemi hjá ríkinu? Ég dreg það í efa. Þannig ég held að ríkið ætti aðeins og kannski gera það sem að viti, að fara aðeins yfir sína starfsemi og ákveða í hvaða business þeir ætla að vera og hvar þegnar þessa lands vilja hafa þá, sko, sem er heilsugæslan og menntunin og löggæslan og dómsvaldið og allt það, sko. Kannski ætti ríkið að fara í einhverja svona, taka eina helgi í einhverja svona stefnumótuna vinnu, einhverja hótel út á landi. Taka smá stefnumóti, einmitt. Það er nú væntanlega ný ríkisstjórn búin að vera í stefnumótun í 8 vikur. Kannski kemur eitthvað frá. Kannski er þetta allt búið. Já, kannski er þetta bara búin að leysa þetta. Við skulum vona það. Við vonum það. Látum þetta vera lokaorðin hjá okkur í dag. Takk kærlega fyrir komuna, Hrund og Árni. Og við sjáumst þetta 2 vikur.